Ráðstefnustjóri, góðu gestir, ég vil byrja á því að þakka fyrir þetta málþing og það verður að verkefni sem það sinnir að kynna fyrir land og þjóð þann ávinning sem á hafa markvissu klasastarfi. Yfirskriftin á mínu erindi þróun klasa á Íslandi og það kom fram hérna áðan að klasar eru ungir hér og þessi þróun þá kannski stutt, en það ýmislegt engu að síður sem hefur verið gert og áhugavert að skoða. Það sem ég mun fara yfir eftirfarandi. Fyrst bara hnykkja á því hvað klasi og við fengum náttúrulega mjög ítarlega kynningu á því frá Gerd. En síðan spurning sem hefur vaknað í mínum kolli hvort að það sé svona önnur bylgja af klasastarfi eða klasaþróun á Íslandi einmitt núna. Ég ætla aðeins að víkja að starfi sem í Háskóla Íslands sem tengist kennslu á námskeiði sem heitir samkeppnishæfni og síðan rétt að nefna þessi rauninni verkefni sem eru til vitnis þessar seinni bylgju eða aðra bylgju og það sem kannski kjarni málsins að þetta eru verkefni sem koma neðan frá, eru svona bottom up, en síðan koma aðeins inn á það fyrirbæri sem ég held að sé eða hafi svona ítt undir klasastarf hér á landi hvað mest fram til þess og það eru svokallaðir svæðisbundnir vaxtarsamningar, en þar getum við séð að það meira kannski top down, kemur ofan frá og það eru 8 vaxtarsamningar og þeir hafa verið gerðir tvisvar og það eru í glærunum fjölmörg dæmi, en vegna tímans þá mun ég nú ekki fara yfir þau öll og síðan bara að enda á nokkrum svona kommentum eða athugasemdum varðandi árangur og áherslur. En við fengum náttúrulega alveg framúrskarandi innlegg hérna frá Gerd áðan og gott yfirlit og ekki síst innsýn í svona hvað það sem drífur klasa áfram. En hvað klasi? Það má segja samsafn af tilteknum fyrirtækjum og stofnunum sem tengjast á margan hátt á tilteknu starfsviði og tilteknu svæði. Og það kom fram áðan að klasar eru mismunandi og þeir eru mismunandi allt eftir því hvað þeir eru stofnaðir, hvert starfið og síðan hvert samhengið og Gerd kom mjög eftirminnilega inn á það að það ekki bara klasinn sjálfur, heldur það umgjörðin sem hann býr yfir sem skiptir svo miklu máli. Og klasi þannig sérstakt og jákvætt samhengi fyrir fyrirtæki og allt athafnalíf á tilteknu sviði á tilteknum stað og það áhersla á samvirkni, oft talað bæði samstarf og samkeppni, en ég vil undirstrika samvirkni en ekki afsláttur af samkeppni. Ég held að það sé mjög mikilvægt að viðhalda og í rauninni undirstrika að þeir aðilar sem eru þarna, þeir eru ekkert í rauninni að sameinast að komast létt frá hlutunum, heldur að í rauninni njóta þess sem hægt og gera betur. Og þessi mynd finnst mér í rauninni undirstrika þetta svolítið, hvað klasi að þetta og það kom fram líka í rauninni í fyrstu glærunni hjá Gerd, að þetta eru fyrirtæki, þetta eru stjórnvaldsstofnanir, þetta eru menntastofnanir og milliaðilar, bankar og fjárfestingarsjóðir og fjölmiðlar og það kom fram líka hjá Gerd að menntastofnanir hafi svona ákveðnu hlutverki gegna, þó svo að það hafi verið ljóst á hans glærum að það ekki kannski frumkvöðlastarfi sem þar mest. En mér fannst líka ráðherra koma ágætlega inn á þetta, hann talaði brennipunkt og ég held að það sem samvirkni best, það sé kannski brennipunkturinn hvað skýrastur. Og varðandi klasaþróun og klasastjórnun, þá held ég að það sé í rauninni fyrirbæri sem hér kallað milliaðili sem sú eining
sem að í rauninu vinnur að þróun klasans, eða svo eining sem tekur að sig það verkefni, við getum flokkað hana sem einhvers konar milliaðila, eða Institution for Collaboration. Og Hákon kemur nú kannski einmitt inn á það hvernig þetta þróast á eftir. Varðandi önnur bylgja hér á landi, og það eru mörg dæmi það, og það mætti ímynda sér að það sé einhvers konar momentum, og ég held að þetta málþing sé kannski líka til vitnis það, og það eru verkefni sem eru virkilega að ýta undir þetta, og ég held að jarðvarmaklasinn sé kannski eitt skýrasta dæmið, en líka sjávarklasinn. En það var í rauninni upphafið, og sem sagt, ég fer að skoða þetta því að ég að kenna samkynhneigðisefni. Þá fór ég að spyrja mig hvar upphafið að þessu hér á landi, og það má segja eftir því sem ég kemst næst, en ég undirstrika að þessi rannsókn, hún svona verk í vinnslu, að upphafið sé í kringu 2003 og 2004. En það sem sagt einhver munur á þessu, og ég held að það megi spyrja sig, það ekki vegna þess að það ekki kannski, það ekki sami aðili sem að drífa þetta áfram, sem sagt annars vegar bottom up og hins vegar top down. Og ég held að það sé af hennu góða að þetta sé einmitt bottom up, og í þeim fræðum sem að ég að kenna á þessu sviði, að þá sem sagt megin þungin að það sé einmitt krafturinn sem komið neðan frá sem skipti í rauninni kannski sköpum. Varðandi þátt háskólans, þá höfum við frá 2006 verið þáttakendur í neti sem stýrt frá Harvard, og þetta net 80 til 100 skóla þar sem verið að kenna samkynhneigðisefni, og það rauninni kennt svona út frá miðlæri hönnun á námskeiðinu sem Microeconomics of Competitiveness, það MOC, og það Michael Porter sem hefur þróað þetta námskeið. Og þetta í rauninni kemur í framhaldi af heimsókn hans til Íslands árið 2006, og í raun má segja að Hákon hafi verið svona sá aðili sem kom okkur í samband við Porter á þeim tíma, og þetta þróaðist í framhaldi af því. Við bauðum upp á fyrsta námskeiði 2007, og núna höfum við kennt það í 5 ár, og það eru 195 nemendur sem hafa klárað það, og margir af þeim eru einmitt að taka þátt í ýmsu klasastarfi hér á landi, og það eru mörg verkefni sem þessi nemendur hafa unnið. Þannig að mér langar að sýna ykkur bara örstutt yfirlit yfir þessi verkefni, og síðan að fara áfram í hvað hefur verið gert hér á landi. 2009, fyrstu 2 árin, þá voru það erlendir klasar sem nemendur voru að stúdera. En eftir, eða haustu 2009, þá ákváðum við að taka íslenska klasa, og þetta voru þeir 8 klasar sem voru rýndir 2009, og þið sjáið að þetta svona vítt og breitt sem nemendur eru að fara. 2010 að þá eru það þessir klasar, og 2011 voru það þessir hér. Og það sem kemur svolítið fram í þessu að eins og í rauninni Gerd var að undirstrika, að klasar eru ungir, að mikið þessu starfi í þróun, og þessi hugmyndafræði líka ný, og svona sumuleyti kannski að festa rætur. En nemendurnir voru að fara í gegnum þetta sem sagt, út frá þessu verkfærum sem verið að kenna í námskeiðinu, og ég sannfærður að þeir munu setja sitt mark á þróunina hér á landi. Utanríkisráðherra minntist á Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna og þýðingu hans fyrir þróun í þeim málum víðum heim, og ég held að þetta námskeið muni kannski hjálpa til við þróunina hér á landi. Varðandi rannsóknir, að þá í tengslu við þetta námskeið, sem sagt, þá settum við á stofn í háskólanum líka rannsóknarmiðstöð sem hefur svona stefnu og samkynhneigðisefni sem fókus, og í því samhengi þá hefur við sett upp eftirfarandi rannsóknarspurningar: hvað hefur verið gert hér á landi í tengslu við klasa, hverjir hafa verið lykilaðilar, og hvernig hefur þetta verið gert, og hvaða þróun hefur verið, og hvers vegna hefur hún verið eins og hún hefur verið, og hvaða sjónarhorn hafa verið notuð.
og við vinnum þetta út frá raundæmisrannsóknaraðferð eða case study method og sjáum fyrir okkur að það geti verið gagnlegt. Varðandi þetta bottom-up eða bottom-up áhersluna þá eru það þessi verkefni, jarðvarmaklasinn og sjávarklasinn sem að mér finnst svona vera skýristu dæmin og þarna eru sem sagt eldhugar á bakvið og við heyrum líka hér í dag frá sem sagt heilsuklasa og ferðaþjónustuklasa og það verður mjög spennandi og ég ætla ekki að dvelja meira við þetta en vil segja að við höfum ekki skýrt yfirlit yfir allt sem til staðar en við vinnum að slíku og þessir atriði þar sem ég nefni þarna, ég held að þetta séu þá dæmi mögulega þessa nýju bylgju og þá áherslu sem kemur þá neðanfrá frá þeim sem eru virkir aðilar og þáttakendur í klasanum. Varðandi þróunina þar áður að þá segir í dæmisögu sem að Michael Porter og Christian Kettel settu saman árið 2007 Ísland og þróunin á Íslandi og samkeppnishæfni Íslands að þá segja þeir á einu staði í dæmisögunni að árið 2006 hafi í raun í iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti verið lögð ný áhersla á atvinnuþróun og þar sem klasar hafi verið svona meginmálið. Og við fórum þá bara að horfa aðeins í þessi gögn þessa þróun og við sáum stefnuskjal frá iðnaðarráðuneytinu 2004 þar sem það eru 58 punktar í skjalinu en það eru 2 sem virkilega undirstrika að það sé komin áhersla á klasa. Og þetta annar punkturinn þar sem sem sagt sagt að það eigi að þróa í rauninni eða ýta undir klasaþróun og að það eigi að gera tilraunaverkefni sem vaxtarsamningur á Eyjafjarðarsvæðinu. Og það síðan 2004 gerður samningur þar sem Inntæknistofnun annars vegar og Byggðastofnun hins vegar sem að gera samning að hrinda þess af stað. Og á sama tíma síðan í rauninni gefin út bók sem heitir, ég þýddi á ensku Workbook on Clusters, en bókin heitir Klasar, samstarf í samkeppni og kemur út 2004. Og ég hef rýnt þetta efni og skoðað hvaða nálgun að þessu klasastarfi og nálgunin í rauninni kenningar Porters og það líka kemur í ljós að það kemur hérna ráðgjafi frá Nýja-Sjálandi sem fer víð heiminn og að kynna þetta í For Williams og síðan svona vísa til ýmissa annarra heimilda, meðal annars vaxtarsamninga frá Finnlandi og Elvar var að segja mér að það hefði verið farið til Finnlands að skoða þetta. Varðandi, ef við skoðum síðan, hvernig þetta síðan að birtast, að þá kemur fram í byggðaáætlunum ákveðin áhersla á klasa og við sjáum að byggðaáætlun sem sagt, það samþykkt 2025, 2006-2009 og síðan 2010-2013, en við sjáum líka í gögnunum að áherslan, það ákveðin svona órói í þessu, í tengslum við síðustu áætlun, hún var ekki samþykkt alveg strax og síðan við með nýja stefnumörkun sóknaráætlun sem virðist hafa áhrif og það sem sagt verið að breyta mörgu í dag. Þannig að, en engu að síður, ef maður kíkir í þessa áherslu, eða þetta stefnuplagg frá 2006, að þá kannski ekki yfirgnæfandi áhersla á í rauninni klasaþróunina, heldur svona meira á svona hinn hefðbundnu verkefni. Meginmarkmiðin eru ekki beinlínis að tala klasa, en það sérstök áhersla á klasa engu að síður og klasaþróun. Og það þarna sem sagt megin lögmál og þarna sjáum við náttúrulega svona hefðbundnar áherslur, en engu að síður sem sagt klasastarfið farið af stað og í aðgerðalista sem fylgir þessari áætlun þá eru 23 atriði og eitt af þeim klasa. Þannig að spurningi var farið af stað með klasa að einhverju marki en engu að síður var svona í umgjörð sem var kannski meira hefðbundin í þessu efni.
En vaxtarsamningur, og það má segja að þetta hefur verið þróað í gegnum vaxtarsamninga, að vaxtarsamningarnir eru tilteknir samningar þar sem að grundvöllurinn tiltekið svæði og það lögð áhersla á samstarf og að aðilar í rauninni fjármagni sameiginlega það sem að stendur til. Og þarna verist kjarna eða klasahugsunin vera megin málið. Það má segja að það sé verið að ýta undir svæðisbundna samkeppni og í samtali við einn fulltrúa frá atvinnuþróunarfélagi þá komst svo að orði sem ég ræddi við þetta að þetta væri leið hins opinbera til þess að koma ákveðnum stuðningi til svæða en með þessum hætti og á þessum forsendum. Varðandi vaxtarsamningana þá eru þeir eru það 8 svæði sem eru áherslusvæðin og það eru þá svæðin önnur en höfuðborgarsvæðið og við sjáum líka og þekkjum náttúrulega við sem búum hér á landi að á höfuðborgarsvæðinu náttúrulega flest fólkið, við erum 202.000 og 200 tæplega sem að búum á Reykjavíkursvæðinu og síðan það 320.000 sem að Íslendingar eru að þá eru 118.000 sem eru út á landi og þetta síðan eru 8 svæði út á landi. Gerd minntist hér áðan líka að nánd skiptir með miklu máli þegar kemur að klasastarfi, þéttleiki og nánd og ég held að mögulega þessar nýju áherslur í klasaþróun og þessi seinni bylgja sem við erum að sjá núna að kannski mun hún að einhverju marki eiga líka og hafa kannski rótfestu á höfuðborgarsvæðinu þar sem nándin kannski hvað mest og möguleikarnir hvað mestir en þetta eru þessir vaxtarsamningar. Tímans vegna þá ætla ég ekki að fara yfir dæmin en ég setti þau engu að síður inn í slæðurnar vegna þess að ég sá fyrir mér að það gæti verið áhugi fyrir því að sjá það. Þannig að ég ætla að fletta bara hérna í gegnum þetta og vinda mér í lokaorðin. Þessa mynd er að finna í skýrslu frá Ríkisendurskoðun þar sem verið að horfa á skipulag byggðamála og atvinnuþróunarmála og við sjáum að vaxtarsamningarnir eru verkfæri sem koma beint frá iðnaðarráðuneyti og eru gerðir við atvinnuþróunarfélögin og við sjáum Byggðastofnun til hliðar og síðan Nýsköpunarmiðstöð Íslands og við sjáum líka ákveðið samspil þarna á milli og við sjáum líka í nýlegri skýrslu sem hefur verið gerð af fyrirtæki sem heitir Stjórnhættir sjálfsagt fyrir iðnaðarráðuneyti þar sem verið að skoða eða allt stuðningskerfi hér á landi og við sjáum mjög skýrt vaxtarsamningana og það alveg skýr samsvörun á milli þessara tveggja mynda. En það var athyglisvert að skoða þessar skýrslu Ríkisendurskoðunar og þær spurningar sem þar að finna og þar verið að spá í bara hvað við erum að gera og hver árangurinn sé og ég ætla svo sem ekki að fara út í það en mér fannst þetta áhugavert að skoða þetta en til að draga saman að þá held ég að það sé og megi segja að klasaþróun sé komin vel af stað en sé samt kannski að einhver marki á frumstigi og það margt að gerast og við höfum mögulega og sennilega nýja bylgju af þessu en þessi aðferða og þessi áhersla hún fer af stað í kringum 2004 og það og ég held að stóra spurningin sé að hvaða marki munum við síðan halda áfram. Elvar kom inn á og sagði að þetta myndi nú springa þessi bóla en sennilega held ég að þetta sé í rauninni mjög öflug nálgun og ekki síst í dag þar sem að við erum að byggja okkur upp Íslendingar
að þá held ég að það þurfi á þess að halda, en engu að síður svona kannski margt í mótun. En að endingu bara að undirstrika að það að vinna eða þróa klasa, það tekur tíma, hvort sem klasin verður í heimsklassa eða national champion eða bara regional champion, að þá held ég allir slíkir eða allir klasar muni gera gagn, en takk fyrir.